Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur undirskránar í Sarpi. Þær voru fluttar yfir úr fyrra kerfi og þær má finna hérna undir því sem nefnist safnkostur undirskrár. Ef þið sjáuð ekki þannig að flipa þá getið þið þurft að smella hérna á línurnar 3 í efra hægra horni. En ef maður smellir hérna á undirskrár og velur stjörnuna þá eigið að finna allar undirskrár á ykkar safni. Og núna getur starfsfólk sjálft stofnað undirskrár og það er gert með því að smella hérna á plúsinn. Þá fæ ég upp tómt skráningablað og segjum að ég ætla að búa til nýja undirskrá og segjum að ég ætla kannski að búa til undirskrá fyrir öll verk Kjarvals. Þá get ég sett inn bara nafn á undirskráni. Ég get sett inn ýmsar aðrar upplýsingar ef að þær eiga við, eins og ef þetta er undirskrá yfir bara olíuverk eða slíkt, þá get ég sett það inn hérna líka. Til þess að setja aðföngin í undirskrána þá get ég notað nokkra leiðir til þess. Ein þeirra er einfaldlega að smella hérna plúsinn og nota til dæmis safnnúmer til að fletta upp aðföngunum. Segjum bara að þetta sé verk sem ég ætla að nota og smetla OK. Ef maður tengir óvart eitthvað aðfang við undirskránar sem maður ætlaði ekki að setja þar, þá getur maður smellt hérna á litlu ruslatununa sem birtist þegar maður fer yfir. Ég get líka bætt við aðföngum í undirskrána með því að opna hérna til hliðar til hægri, þennan flipa hér. Hér get ég bæði leitað eftir einum grip í einu með því að skrá inn til dæmis safnnúmerið. En ég get líka verið búin að búa mig til vistaðarleit eins og ég gerði í þessu tilfelli og þá var ég búin að leita upp í öll verk eftir Kjarval á mínu safni og þá einfaldlega skrifa ég nafnið á leitinni. Þá fæ ég upp hérna 636 verk og þá get ég einfaldlega dregið þau öll hérna yfir með því að lita þau svona blá. Með því að halda inn í Ctrl eða þá hjá mér er það Caps Lock og Shift og þá get ég valið alla rununa með því að smetla efsta og svo neðsta. Og svo get ég einfaldlega dregið þau yfir með því að nota músina. Ef ég smetli á eitt númer hér þá fer ég beint inn á það aðfang. Ég ætla að muna vista fyrst með því að smetla hérna á floppy diskinn. Ég smetli á aðfang. Og þá er ég komin hérna á það aðfang sem ég var að setja í undirskrána. Þannig að ef ég smelli núna á það sem heitir tengd aðföng, þá sé ég hérna 2 undirskrár og það er svo sem hún var í og svo þessi sem ég var að búa til. Það er líka hægt að fara þessa leið ef þú ert með að skrá aðfang og þú veist strax í hvað undirskráð það á að vera, þá getur þú gert það í leiðinni þegar þú ert að nýskrá og það er hérna farin í tengd aðföng og smetla hérna á plúsinn. Og þá þarftu bara að vita hvað undirskráin heitir sem þú ætlar að tengja við og skrifa það hér.